Fyrir hönd starfsfólks Ríkisútvarpsins færi ég ykkur hlýjar kveðjur og þakkir fyrir einstaklega ánægjulega samfylgd á árinu 2022. Ríkisútvarpið hefur verið ríkur þáttur í lífi okkar Íslendinga í rúm 90 ár. Fréttir hafa verið fluttar frá fyrstu tíð, upplýsingum stórt og smátt miðlað sem á menningarefni af öllu tagi ásamt fræðslu og skemmtiefni. Ríkisútvarpið hefur sameinað þjóðina á stundum gleði jafnt sem sorgar og skráðum leið sögu okkar í gegnum útvarp og sjónvarp. Fyrir á þessu ári kynntum við nýja stefnu til næstu ára þar sem við drögum fram helstu stefnuáherslur, framtíðarsýn, gildi og hlutverk og hvernig við sinnum öllum þeim hlutverkum sem okkur eru falin. Við munum eins og áður leggja áherslu á áframhaldandi stafræna þróun til að halda í við þær öru tæknibreytingar sem við okkur blasa á hverjum degi. Við leggjum sömuleiðis ríka áherslu á fréttir og þjóðfélagsrýni sem á menningu í öllum sínum myndum og miðlun hennar. Við beinum sérstaklega sjónum að fjölbreytileika, jafnræði og þátttöku allra, leggjum áherslu á að greina og mæta þörfum ólíkra hópa og að efni og umfjöllun í dagskrá Ríkisútvarpsins endurspegli fjölbreytt mannlíf land allt. Síðast en ekki síst er áhersla lögð á sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Við mætum auknum kröfum á því sviði með því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif af starfseminni með markvissum aðgerðum og leitum fjölbreyttra leiða til að styrkja félagslega sjálfbærni. Ríkisútvarpið þjónar samfélaginu öllu, eflir það og endurspegla fjölbreytileika þess. Enda eru við almannaþjónustumiðill og við sem störfum hér sinnum hlutverkum okkar af ábyrgð og auðmýkt og leggjum okkur fram að skapa virði fyrir fólkið í landinu. Það er okkar útgangspunktur á hverjum degi. Nú er hávetur með þeim tilbrigðum í veðri og færð sem honum fylgja. Mörg hugsum við enga síður til betri tíðar og hlýrri daga. Rithöfundurinn Þórdís Gísladóttir á ráðundur rifi hverju og deildi með okkur einu slíku í ljóðabók sinni Mislæg gatnamót. Ljóðið heitir Húsráð og hljómar svona. Ef þið þráið sumar á tímum skammdegislægða má setja smávegis af vel lyktandi sólarvörn á húðina og fólk finnur samstundis sumarilm. Það fer vel á því að ljúka þessu ári með fallegum kórsöng. Kórinn Himnasmiður undir stjórn Braga Þórs Valssonar söng fyrir á þessu ári trúarleg tónverk Þorkels Sigurbjörnssonar á 2 tónleikum í Laugarneskirkju. En tónleikarnir eru hluti af doktorsverkefni Braga Þórs. Við munum hér á eftir heyra og sjá brot frá þessum tónleikum og hlýða á falleg lög eftir Þorkel. Fyrst lögin Ljós og hljómar við ljóð eftir Hannes Pétursson, Jólanótt við ljóð eftir Valdimar Hólm Hallstað og ein Lilli júlevíse við ljóð eftir Björn Sigurbjörnsson. Við endum síðan árið á hinu dásamlega lagi Heyr himna smiður eftir Þorkel Sigurbjörnsson, samið við kvæði Kolbeins Tumasonar. Fyrir hönd starfsfólks Ríkisútvarpsins færi ég ykkur hlýjar kveðjur og þakkir fyrir samfylgdina á árinu sem senn er á enda. Það er mín einlæg ósk að gæfa, gleði og hamingja megi fylgi ykkur öllum á nýju ári. Næst flytjum við tónverkið Ljós og hljómar sem er svo fyrsta af 3 jólatónsmíðum sem við flytjum að þessum tónleikum. Textinn er eftir Hannes Pétursson og í verkinu leikur Þorkell sér töluvert mikið með eitthvað sem ég hef ákveðið að þýða sem orðamálun eða það sem er kallað word painting í tónlistarfræðum á ensku. Til dæmis maður heyra í tónunum Flökt í kertisloga þegar textinn fjallar logandi kerti og hæstu tónar alls verksins hljóma þar sem að fjallaður að setjast að sjálfar stjörnurnar. Í spjalli sem ég átti við Þorgerði Ingólfsdóttur fræddi hún mig það að Þorkell samdi verki fyrir hana og Hamrahlíðarkórinn og einnig það að þetta hafi verið fyrsta kórverki sem hann samdi í þessum stíl. En svo á næstu 10 árum eða svo komu þau mörg riti svipuð. Ljós og hljómar.
Verkið sem við fluttum hér á undan hefst á orðunum jólanótt eins og þið heyrðuð, en næsta verk heitir Jólanótt og því auðvelt fyrir tónlistarflytjendur að hreinlega rugla þessum tveimur tónverkum saman. Og því til engin stjórnandi undir nokkrum kringumstæðum að vera svo mikill kjáni að láta kórinn sinn syngja þessi tvö verk í röð. En ég gerði það nú samt. Verkin eru þó alls ekki lík og verkið Jólanótt heldur sig að mestu við hefðbundinn hljómagang og raddsetningin eins í öllum 4 erindunum. Gjör svo vel. Kórstjórar eru alltaf með hálsbrjósik í vasanum til öryggis. En á eftir Jólanótt syngjum við 3. jólalagið í röð, en það á dönsku og þó að titillinn sé ekki endilega mjög flókinn, þá erum við með kórmeðlum sem fæddist í Danmörku, þannig hún ætlar að segja okkur hvað lagið heitir. Sandra mín. En lille julevise. Það heitir það. Þorkell samdi lagið við texta bróður síns, séra Björns Sigurbjörnssonar, sem bjó stærstan hluta ævi sinnar í Danmörku. Ég fann nóturnar af þessu lagi í einkasafni Þorkels heima hjá honum og lagðist svo í heilmiklar rannsóknir til að komast að því hvar og hvenær það hefði verið flutt áður. Eftir alveg fáránlegan fjölda af skilaboðasendingum og símtölum innanlands og til Danmerkur orðið eiginlega alveg ljóst að verkið hefur aldrei verið flutt á tónleikum áður. Þannig að hér frumflutning á laginu að ræða, þó að textinn og lagið hafi hvoru tveggja verið samin árið 1999.